Já, Finnur, þau eru 7 undir hérna í hálfleik. Hvað svo planið í seinni hálfleik? Við verðum bara að koma brjálaðir út núna. 7 stig ekki neitt í körfubolta. Við erum að spila langt undir getu. Það er alltaf slæmt að hafa mist leikstundin okkar, en það kemur maður mannstað og við erum með breiðan hóp. Við ætlum bara að berjast þessu ljón. Það ætla að gera einhverja breytinga varnarlega? Við ætlum að byrja í tömdunum svæði. Fyrst ekki satt þér en við sjáum hvort aðeins að ná að líka upp, reyna að loka aðeins tegnin á Matsík og Jens sem er komið 24 á 38. Og við verðum bara að berjast og reyna að gera þessu uppræðan. makes me go crazy. You're a freak. Make some noise in my bedroom, baby. You're a freak. Scream and shout about me, baby. Show me you're a freak. I like it when you take it from the back. You're a freak.
Já, þetta var svaka leikur og mikið dramatík. Þetta 60 yfir í hálfleik og náum einhver 11-12 stiga forskoti í seinni hálfleiknum þar sem vorum að spila hörku vörn en mistum heldur betur dapir og þeir skora 24 stig í þriðja leikluta eftir að við hefum haldið þeim í 31 í fyrri hálfleik. Þannig að við gerum okkur þetta mjög erfitt fyrir og sóknarleikur var mjög stirður en menn stigu virkilega upp í restina og ég myndi segja að þetta hefur verið karakter umfram gæði í þessu sigri. Virkilega skemmtilegan hóp og þetta gott lið. Hvað getur sagt okkur þessa stráka? Já, þetta hörku hópur sem var Íslands- og bikarmeistari fyrra og við missum náttúrulega Val Orra yfir til FSU og reyndar fáum inn í staðinn 2 stráka frá Grindavík og teflum fram sameiginlegu liði. Þetta bara strákar sem búin að vera hrikalega duglegir og ég búin að vera að hamra á við þá núna undanfarna daga að þegar fólk að velta fyrir sig hvenær lið hefur undirbúning. Við hófum okkar undirbúning fyrir þessa úrslitaleiki 1. júní og búin að leggja mikið á okkur og það er náttúrulega frábært til þess að stráka uppskera svona vel í dag. Hvað þýðir þetta fyrir svona hóp ungu leikmönnum að ná árangri eins og þessum? Þetta náttúrulega bara hefur heilmikið að segja fyrir sjálfstraustið og þetta er náttúrulega ákveðin viðurkenning fyrir þá vinnu sem menn að leggja á sig og ég er búinn að tala við þá í vikunni að njóta þess að fá að spila þessa leiki. Það er ekkert sjálfgefið og það er náttúrulega þessi leikir sem að gefa mönnum svona stóru tækifæri að verða betri í körfu og þannig að það er ekki spurning að þetta hefur heilmikið að segja að vinna svona titla og það er ákveðin kúnst að kunna að vinna titla og þessi strákar eru að sýna það. Þeir hafa hana eins og ég segi. Gæðin voru ekkert, við vorum ekkert að spila okkar besta leik í dag en mönnum langaði mikið og lögðu sig mikið fram og með herkjum þá höfðu við þetta.